Þetta útlínur af hérna já, nú vantar mig mitt af bæn sem að Larry Lee þegar hann kenndi faðir vorið 1980 og eitthvað 6 sennilega og ég ætla að nota þetta að hluta en þannig að í dag við töluðum sem sagt á sunnudaginn þá vorum við að tala föðurinn og föðurhjarta Guðs en í dag ætlum við að tala nafn Guðs og það sem að við erum í raun og veru að tala bænin sem að Jesús kenndi okkur og ég trúi því að þegar við biðjum samkvæmt ritningunni þá erum við að virkilega tengja okkur við Guð og að Guðs orð og Guðs andi starfar í gegnum það. Og Páll hann segir í Efesusbréfinu að baráttan sem við eigum í, hún ekki við menn af holdi og blóði, heldur eru svona andaverur. Þannig að í raun og veru, það svo margir sem hafa gaman af Star Wars, að í raun og veru svona Star Wars í gangi í hinum ósýnilega heimi í kringum okkur, segir Biblían. Og þetta finnst heimspekingum og öðrum þess háttar köllum alveg ægilega fáránlegt vegna þess að þeir trúa því að allt hafi orðið til bara með einni sprengju, það miklu trúanlegra. En við trúum því að Guð hafi skapað manninn og við trúum því að það séu hlutir sem við ekki skiljum. Við vitum ekki hvernig Guð varð til. Ég bara veit það ekki. Af því að minn skilningur tekur það ekki. Það fyrir utan minn skilningar ramma. En þegar kemur að heimspekinu og öllu því, að þá eru líka margir hlutir sem að heimspekin veit ekki, þó hún segi að allt hafi orðið til af engu, eða þar að segja þróunarsinnar, að þá vita þeir ekki í raun og veru hvernig ekkert varð til heldur. Og það í rauninni hægt, við verðum bara að trúa. Og við trúum að Guð sé faðirinn og við trúum því að Jesús Kristur hafi opinberað okkur Guð. Amen. Og hann kenndi okkur að biðja og ég trúi því að við þurfum að fara að biðja með þunga. Og þess vegna gott að rifja upp bænina sem Jesús kenndi okkur. Og við vorum að tala þetta með föðurinn síðast að það þurfa allir á föður að halda og að það þrá eftir öllum að eiga pappa og flestir vilja gera eins og pappi og Biblían segir við erum sköpuð í Guðs mynd. Og við erum líka nefnd eftir nafni hans og það segir á einum stað í ritningunni að nöfn hans munu verða rituð á enni okkar, nöfn þeirra sem sigra, að nafn hans mun vera ritað á enni sigurvegarana í Opinberunarbókinni. En mig langar aðeins að bara byrja í annarri bara nokkra ritningarstaði nafn Guðs að þar hann segir í annarri Mósebók 20:24 að þú skalt gera mér altari úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heillafórnum sauðfé þínu og nautum á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. Takkið eftir. Þar sem nafn Drottins nefnt, þangað kemur hann og kemur með blessun. Nú, það voru aðrir ritningarstaðir hérna í Krónikubók, þar segir að aftur á móti hef ég valið Jerúsalem til þess að nafn mitt búið þar.
Þannig að Guð hefur valið Jerúsalem að nafn hans búi þar. Og Davíð til þess að ríkja yfir lýðmínum Ísrael. Og síðan segir hann í Krónikubók 7:16, þetta er önnur Krónikubók, þetta var önnur Krónikubók 6:6 sem ég las. Síðan segir hann aftur í annarri Krónikubók 7:16, hér með hef ég valið þetta hús og helga það til þess að nafn mitt búi þar ævinlega. Augu mín og hjarta munu ætíð dvelja þar. Og þarna er hann að tala musteri Salómons. Og þetta er sem sagt undir gamla sáttmála. En það sem hann gerði undir gamla sáttmála, að í raun og veru Jesús staðfestir það í hinum nýja með nafnið. Hann gaf okkur nafnið sitt. Þannig að nafn hans býr í söfnuðinum. Alveg á sama hátt og hann segir, ég hef valið þetta hús, helga það til þess að nafn mitt búi þar ævinlega. Augu mín og hjarta munu ætíð dvelja þar, húsið ykkur. Augu hans og hjarta og eyru munu dvelja í musterinu. Og ef það var í gamla sáttmála, hversu miklu fremur í okkar musteri, okkar hjarta, sem er musteri heilags anda, að þar er andi Guðs, þar er augu hans og þar er hjarta hans. Nú áfram í sambandi við nafnið, í Sálmur 91:14 segir að þar sem hann er mér trúr, bjarga ég honum, vernda hann af því hann þekkir nafn mitt. Af því hann þekkir nafn mitt. Það var önnur ritning í Sálmi 9, þar sem segir, þeir þekkja nafn mitt treysta mér. Og ef við förum núna í bænina sem Jesús kendi lærisveinunum, þá segir þar, Faðir vor, Matteus 6:9, en þannig skulu þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss våra skuldir svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leiði þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn, dýrðin að eilífu. Amen. Og þessi bæn, hún er meira en formúla, hún segir okkur að hann er faðir vor, eins og við tölum síðast, og hún segir okkur líka að nafnið hans er æðra öllum öðrum nöfnum. Og mér langar aðeins að fara í gegnum nokkra ritningarstaði í dag, og þetta verður svona biblíulestur meira, að í annarri Mósebók 27, önnur Mósebók 27, þá segir, og yfirskriftin er helgist þitt nafn. Við viljum tala um það, við viljum tala um nafni í dag, helgist þitt nafn. Þá segir Guð, hann segir, þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðsins við hégóma. Ekki leggja nafnum við hégóma. Og við þekkjum þetta öll, en samt er ekki þekking á þessu í dag. Vegna þess að hvar sem þú ferð, þá heyrir nafn Guðs lagt við hégóma. Það er notað jafnvel sem blótsyrði. En ef þú ætlar að nota nafn einhvers manns sem blótsyrði, að þá farðu fljótt viðbrögð, en það virðist vera að það sé sjálfsagður hlutur að smána hinn lifanda Guð. Og það segir okkur að það er ekki þekking á Guði til staðar. Nú, ef við lítum áfram í aðra Mósebók 34, og þá sjáum við í raun og veru hvað nafnið, jafnvel í gamla sáttmála stendur fyrir. Og hér er Guð að hann er að hitta Móse, og hann kemur til hans í skýi, og í versi 5, 34, önnur Mósebók 34, 5 og 6, þá steg drottinn niður í skýi, en staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottinn gekk fram hjá honum og kallaði, Drottinn, miskunnsamur, líksamur Guð, þolinmóður og gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Þarna sjáum við að nafnið,
það miskunnsemi, það felur í sér miskunnsemi, líksemi og þolinmæði og hann gæskuríkur og harla trúfastur og hann auðsýnir gæsku og hann fyrirgefur. Þannig að þegar við áköllum nafnið og þegar við blessum nafnið að þá erum við að tala þá erum við að tala við þennan Guð sem er gæskuríkur, þolinmóður og jafnvel undir gamla sáttmála þá voru þeir að ákalla hann, þennan gæskuríka, miskunnsama Guð. En við sjáum ofta að Guð, að þeir höfnuðu Guði. Við sjáum að sagan Ísrael að þeir endalaust höfnuðu Guði, þangað til að Guð hafnaði þeim. En Guð sendi til þeirra spámenn eftir spámenn, sendiboða eftir sendiboða til þess að vara þá við og svo mörg hundruð árum seinna þá endaði þeim að því að Ísraels menn að þeir voru herleiddir. En alltaf var Guð að aðvara þá. En þeir fyrirlítu hann og þeir smánuðu nafn hans, hann segir á einu stað, liðlangan daginn er nafn mitt smánað. Og þannig að Guð, hann er gæskuríkur, en hann er líka réttlátur og hann er heilagur. Og ef við förum í 2. Mósebók 23, og það vers sem að ég hef oft lesið, 23, vers 20, 2. Mósebók 23:20 Sjá ég sendi engil á undan þér til að varðveita þig á ferðinni, leiða þig til þess staðar sem ég hef fyrirbúið, haf gát á þér fyrir honum og hlýð hans röddu, móðga þú hann ekki, því að hann mun ekki fyrirgefa misgjörðir yðar, því að nafn mitt er í honum. Nafn mitt er í honum. Það er mjög athyglisverð ritning að nafn Guðs bjó í þessum engli. Og þess vegna varaði Guð á við. Hann átti að fara með þeim þarna í eyðimörkinni og passið ykkur að hlýða honum. En ef þið óhlýðnist honum, ef þið smánið hann, að þá mun þessi engill ekki fyrirgefa. Nú áfram í 4. Mósebók 6:27. 4. Mósebók 6:27, þar er Guð að tala við Aron og Móse og hann er að segja þeim hvernig þeir eigi að blessa Ísraels menn og hann segir í versi 23, mæl þú til Arons og sona hans og seg, með þessum orðum skulu þeir blessa Ísraels menn. Drottinn blessi þig, varveiti þig, Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Þannig skulu þeir leggja nafn mitt yfir Ísraels menn og ég mun blessa þá. Drottinn blessi þig, það er að segja nafn Drottins blessi þig og nafn Drottins láti ásjónu þína lýsa yfir þig og hann sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Svo segir hann þannig skulu þeir leggja nafn mitt yfir Ísraels menn og ég mun blessa þá. Og stundum finnst okkur þetta að vera svona rútína þegar presturinn segir þetta, en þegar við gerum þetta í trú að við tökum nafn og orð Drottins og leggjum það yfir fólk og ég geri þetta oft þegar ég bið fyrir fólki, þá segi ég, Svandís, Drottinn blessi þig, Drottinn varveiti þig, Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og hann sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Og ég geri þetta heima og þú heyrir það kannski ekki, en blessun Drottins kemur yfir þig, trúi ég, af því að ég bið fyrir þér á þennan hátt. Og það er það sem orðið segir. Það eru fyrirheiti hans. Nú, ein ritning ennum í orðskviðunum, orðskviðun Salomons, þar kemur frábær ritning sem við syngjum og hún segir að nafn Drottins er sterkur turn. Nafn Drottins er sterkur turn. Og það þýðir það að þegar einhver er í nauðum staddur og ákalla nafn Drottins að þá verður nafnið skjól. Og ég veit ekki með þig, en stundum er það að við bara áköllum nafnið. Við hrópum á nafnið Jesús, 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 eða Abba, Faðir, 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 og þá verður nafnið að það segir, nafn Drottins er sterkur turn. Þangað hleypur hinn réttláti og er þar óhultur.
og þar óhulltur. Og ég man eftir sögu litla stúlku að henni var rænt, henni var kippt upp í bíl. Það var maður sem að tók hana og hún hafði verið á samkomu þar sem var verið að kenna nafn drottins og valdið sem væri í nafni drottins. Og hann hendir inn í aftursætið og keyrir af stað og þessi litla stúlka, hún byrjar að nefna nafnið Jesú og hún segir í nafni Jesú þá skipa ég þér að sleppa mér. Ég skipa þér að stoppa bílinn og láta mig út. Og vitið þið hvað? Að það var eitthvað sem gerðist. Þessi maður, hann þoldi ekki nafnið Jesú. Þarna kom engill Guðs, trúi ég, þar engill drottins eins og við vorum að tala og nafnið bjó í honum og hann byrjaði að hrista þennan mann og auðvitað var þetta ósýnilegur engill. En ég trúi því að Guð, hann gerir það sem orðið segir. Þessi litla stúlka notaði nafnið Jesú og það var búið að ræna henni en hún vissi hvaða vald bjó í nafninu Jesú og hún notaði það í trú og engill drottins mætti á staðinn, stoppaði þennan mann og hann hleypti stúlkunni út. Þannig að helga nafnið í okkar lífi, það hefur svo mikið að segja systkini. Að þegar við byggjum Faðir vor, blessa sé þitt nafn, drottin ég helga nafnið þitt, ég lofa nafnið þitt, ég tigna nafnið þitt. Að þá koma englar Guðs í kringum okkur, já, nafnið býr í þeim. Þá koma þeir og mynda hring og hjúp í kringum okkur og nafnið verður eins og sterkur turn í kringum okkur. Þannig að það skiptir máli, þessi bæn sem Jesús kendi okkur, að við upphefjum nafnið, tilbiðjum hans nafn. Þannig að nafn drottins sterkur turn, þangað hleypur hinn réttláti og hann þar óhulltur. Postulasagan 4:12, hún segir okkur að það sé ekkert annað nafn. Það ekkert annað nafn. Og við syngjum söng. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. Við syngjum þennan söng. Postulasagan 4:12, ekki hjálpræði í neinum öðrum, ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað. Ekki hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þannig að það frelsi og það lausn í nafninu hans. Það frelsi og lausn í nafni drottins Jesú Krist fyrir okkur. Nú, Jesús Kristur, hann segir í Jóhannesar Guðspjalli og hlustið, það mjög athyglisvert að hann skuli nefna þetta líka, að hann segir að í Jóhannes 17, 26, Jóhannes 17, 26, ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra. Hvað Jesús að segja? Jú, hann að segja í raun og veru, sem við komum að á eftir, að hver sem þið biðjið í Jóhannes 14:3, ég hef kunngjört þeim nafn þitt. Þannig að hann að kunngjöra þeim eitthvað, hann að segja þeim eitthvað og hann að segja þeim, og hérna ef við segjum 17:6, þar segir hann, ég hef opinbera nafn þitt. Ég hef opinbera nafn þitt. Ég hef kunngjört þeim og ég hef opinberað. Þannig að nafnið, það hefur opinberuna þekkingu í sér. Og þegar þú sér það að þegar það opinberast fyrir þér að nafnið æðra þínum sjúkdómi, að nafnið æðra því sem þú stendur fyrir og þú byrjar að nota nafnið, að þá gerist eitthvað. Englar Guðs, þeir sogast að nafninu. Nafnið býr í englum Guðs og þannig að þegar við nefnum nafnið og þegar við helgum nafnið að þá byrjar andi Guðs að starfa og þá kraftur Guðs leystur úr læðingi. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Jóhannes 14, við skulum lesa frá
versi 12, Jóhannes 14:12. Sannlega, sannlega segið, sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Það eru góða fréttir. Sá sem trúir á mig, hann mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Hann mun gera meiri verk en þau, því ég fer til föðurins. Að ef við trúum á hann, að þá gerum við þau verk sem hann gjörði. Og við sjáum það að Pétur og Jóhannes, þeir gerðu það. Í nafni Jesú, ég bara gef ykkur það sem ég hef í nafni Jesú, kipptu manninu upp og hann var alheill. Og hér segir síðan, hann mun gera meiri verk en þau, því ég fer til föðurins, og hver sem þér biðjið í mínu nafni. Ein þýðing segir, hvað sem þér fyrirskipið í mínu nafni. Hver sem þér biðjið, hvað sem bænin, sjáðu til, Guð, þegar við biðjum, þá ekki bara alltaf að við séum að betla Guði. Þegar við biðjum, þá tengjum við Guð, við tengjum við hans kraft og við gerum það sem Jesús gerði. Og þegar ég segi í Jesú nafni, þá skipa ég þér að rísa á fætur, að það ekki bæn, heldur það Guð sem að tala í gegnum mig. Ég að nota það vald sem Guð gaf mér. Hann hefur opinberað mér nafn sitt og nú veit ég hvað ég á að gera við nafnið. Ég á að nota nafnið í hernaði gegn óvininum. Ég á að nota nafnið gegn því sem að ræðs gegn mér. Nafnið hefur yfirvald yfir öllu óvinarins veldi. Þannig að hvað sem þið fyrirskipið í mínu nafni, segir hann, það mun ég gera og til hvers svo að Faðirinn veksamist í syninum. Amen. Svo að Faðirinn veksamist í syninum. Þannig að þegar að við notum nafnið, þá fær Guð dýrðina. Þá fá aðrir að þekkja þetta nafn. Þannig að hver sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að Faðirinn veksamist í syninum. Ef þið biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Matteus 18:20. Matteus 18:20. Þar segir Matteus 18:20. Því hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, hvar sem 2 eða 3 koma saman, upphefja nafnið, helga nafnið, segja helgist þitt nafn, þar hann sjálfur mitt á meðal. Þannig að nafnið dregur nærveru Jesú Krist niður mitt á meðal okkar. Þegar við segjum, Faðir vor, helgist þitt nafn, þá Jesús kominn. Þá Jesús Kristur kominn. Og nota bene að hann segir, ég vil opinberað, ég vil kunngjöra nafnið, ég vil opinberað. Það þýðir ekki það að ef einhver fer með þetta 5.000, það þýðir ekki það að Jesús sé kominn þar. En þegar þú segir Faðir vor og þú meinar Faðir minn, og þegar þú segir helgist þitt nafn og þú meinar það og þú skilur það af öllu hjarta, þá hann þar. Þá hann. Þú hefur fengið opinberun hvert nafnið hans og þegar við komum saman, 2 eða 3 höldumst í hendur, þá Jesús þar mitt á meðal okkar. Og allir hlutir eru mögulegir. Amen. Og þess vegna það miklu sterkara, systkini, að þegar við förum 2 eða 3, þá eigum við þetta fyrirheit. Ef við förum 2 eða 3 hérna út á götuna og byggjum fyrir einhvern sjúkum, að þá Jesús mitt á meðal okkar. Ef við myndum hringum eitt sjúkan, að þá Jesús þar mitt á meðal okkar og hann snertir þennan sjúka. Og sem sagt, já, við höfum vald til að gera það ein í Jesú nafni, en við höfum þetta sérstaka fyrirheiti að hann mitt á meðal okkar þegar við komum saman í hans nafni. Og það fyrirheiti, það mörg þannig fyrirheiti sem kirkjan hefur. Nú, svo kemur eitt svona orð til að smá aðvörun til okkar þegar í sambandi við þetta nafn,
það var alveg eins og með engilinn að hann sagði, passaðu þig að móðga hann ekki, vegna þess að hann fyrirgefur ekki misgjörðir þínar, en Guð fyrirgefur okkur misgjörðir okkar, við vitum það fyrir Jesú blóð, en þá segir hér, Guðs styrki grundvöllur stendur, hann hefur þetta innsigli, þannig að Guðs grundvöllur er innsiglaður og þar segir, Drottinn þekkir sína. Þannig að við þurfum ekki alltaf að hafa áhyggjur af því hvað þessi eða þessi gerir. Þetta er 2. Tímóteusarbréf, 2. kafli, 19. vers. 2. Tímóteusarbréf, 2. kafli, 19. vers. Drottinn þekkir sína. Þannig að ef að þú tilheyrir drottni, þá þekkir hann þig. Og það er ekki víst að ég þekki þig, en hann þekkir þig. Og ef að þú gerir vel, þá veit hann það. Ef að þú gerir illa, þá veit hann það. Og ég man alltaf eftir að það var maður, vinur minn, sem heiti Morsurello. hann var að tala um þessar kirkjudeildir og hann var að tala um það að við værum að hafa svona nefndir og ef einhver væri brotlegur þá væri hann settur á svartalistan og svona og við værum öll upptekin af þessu að passa að þessi gerði ekki þetta og hinn gerði ekki þetta. En hann sagði, gleymdu því, let the Holy Spirit mark them. Hann sagði, láttu heilagan anda merkja þá. Sjáðu, ef við gerum ekki það sem rétt er, að þá veit Guð það. Og Guð, hann réttlætir og hann í raun og veru, við getum ekki falið neitt fyrir Guði. Þannig að við trúum á Guð. Nú, en hérna segir, ég ætla að lesa þetta vers, Guðs styrki grundvöllur stendur, hann hefur þetta innsigli, Drottinn þekkir sína og hver sá sem nefnir nafn Drottins, haldi sér frá ranglæti. Haldi sér frá ranglæti. Sumir hafa opinberun yfir nafn Drottins og þeir ganga fram í nafni Drottins og andi Guðs starfar. En samt er líf þeirra í ranglæti. En af því að krafturinn í nafninu, og þeir hafa þessa opinberun yfir nafnið og sem sagt, að þá staðfestir Guð sitt orð. En það er ranglæti í lífi þeirra og við vitum Samson að það var alveg ofboðslegu kraftur til staðar í lífi Samsons. En Samson, hann hafði ranglæti í lífi sínu og að lokum þá endaði það þannig að þetta ranglæti og syndin fjötraðan og hann missti kraftin. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur að ef við nefnum nafn Drottins þá kemur þessi aðvörun að við að halda okkur á ranglæti. Vegna þess, það er líka önnur hlið á því, að ef við erum að nefna nafn Drottins og ef við erum að vitna nafn Drottins og líf okkar er langt frá því að vera í samhljómi við Drottinn, segjum að við lifum í sýnilegum syndum, hvað gerist? Við í raun og veru leggjum nafn Drottins við hégóma. Við í raun og veru smánum nafn Drottins með líf okkar á sama tíma og við lofum hann með vörunum. Og Jesús varaði við þessu, hann sagði að þessi líður heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt í burtu frá mér. Þess vegna þurfum við, ef við ætlum að nefna nafn Drottins og blessa nafn Drottins, að halda okkur frá ranglæti. Nú, þetta eru þessar ritningar, síðan megum við síðan langar mig að við lítum aðeins á blaðið sem ég gaf ykkur og þar eru tekin, þar tekur Larry Lee, hann svona sett upp skema til að hjálpa fólki til að biðja og hann segir helgaðu nöfn Guðs í samræmi við hinn fimmfalda ávinning og já, Númer 3, paper 3, Daniel, paper 3, nöfn, name of God. Já. Ég gerði þetta fyrir Daniel líka, reyndi að gera á farsi. Let Google gera á farsi. Þannig að við sjáum hérna að þegar við blessum nafn Drottins, að,
Mér langar aðeins, kannski áður fyrir minni þetta, að ég skrifaði hérna, þegar við segjum helgist þitt nafn, þá þýðir það líka að við erum að heiðra nafnið hans. Við erum að heiðra nafnið, við segjum helgist þitt nafn Drottinn, við heiðrum nafnið þitt. Við heiðrum nafnið þitt og líka við samsömum okkur nafni Drottins. Þetta svona þetta íslenska og sænskri þýðingu, samsömum okkur. Við gerum okkur eitt með nafni Drottins. Og svo komum við að þessu að Jehóva nöfnin, þau fela þetta í sér, Drottinn, við getum beðið svona, Drottinn, þú ert minn, eða helgist þitt nafn, Jehóva Sidkenu, efst, Drottinn mitt réttlæti. Helgist nafn þitt, Jehóva Makades, Drottinn þú sem helgar mig, Drottinn þú sem ert mín helgun. Helgist nafn mitt, Drottinn, helgist nafn þitt, Drottinn Jehóva Shalom. Drottinn, þú ert minn friður. Og það eru ritningarstaðir hér fyrir aftan þar sem þið getið fundið hvar þessi nöfn koma fyrir í Biblíunni. Nú, síðan kemur Jehóva Shamma. Drottinn nálægur. Og þetta blessa mig svo ef ég segi Drottinn helgist nafn þitt Jehóva Shamma. Þakkaði fyrir að þú ert Jehóva Shamma í mínu lífi. Drottinn, þú ert nálægur í mínu lífi. Amen. Síðan kemur Jehóva Rafa. Og Drottinn, það segir, I'm the Lord that healeth thee. Drottinn græðari þinn. Og það lestu í annarri Mósebók 15. kafla. Síðan kemur Jehóva Jireh. Drottinn mætir þörfum okkar. Jehóva Nissi. Drottinn mitt sigurtákn. Eða Drottinn minn herfáni. Drottinn mitt hermerki. Og að lokum Jehóva Rói. Drottinn minn hirðir. Þannig að þetta eru nöfn Guðs. Og það svo gott að þegar við segjum helgist nafn þitt, að þú getur beðið þessa bæn og þú getur sagt Drottinn, þakkaði fyrir það að ég má helga nafn þitt í mínu lífi. Þú ert minn hirðir, þú ert mitt réttlæti, þú ert sá sem helgar mig og nafnið þitt friðurinn minn. Drottinn, þú ert mér nálægur. Halleluja. Og þetta gerist allt þegar við byrjum að helga og blessa nafnið hans. Þess vegna svo mikilvægt að við biðjum, þegar við biðjum þessa bæn sem Jesús kenndi okkur, að við biðjum hana sem sagt, í þeirri opinberun sem hann hefur gefið okkur. Drottinn, heilagt sé eða helgist þitt nafn. Amen. Og ég veit ekki, ég veit bara að stundum þegar ég fer að biðja og biðja í heilögum anda, þá kemur þetta ekkert endilega í réttri röð. En Guð, hann byrjar að minna mig á, já Drottinn, þú ert mitt réttlæti, já Drottinn, þú ert mín helgun, þakkaði fyrir nafnið þitt Drottinn og þakkaði fyrir það Drottinn að ég má leggja nafn þitt yfir Reykjanesbæ og við skulum bara gera það, við skulum enda þessa predikun á því að biðja út þessa bæn og blessa þá sem við viljum blessa. Við getum lagt nafnið yfir ástvini okkar, við getum lagt nafnið yfir landið okkar, við getum lagt nafnið yfir bæjarfélagið okkar og við höfum þessa opinberun að hann Jehóva Shalom. Þannig að ef þú þarft að biðja inn í kringumstæðu þar sem ekki friður, ákallaðu nafnið Jehóva Shalom. Segðu Jehóva, þú ert Shalom í mínu hjarta. Í mínu hjarta, ég býð þig velkomin, Jehóva Shalom. Ég býð þig velkomin, ég þarf á þínum friði að halda. Jehóva Shalom, hjálpaðu mér. Jehóva Shalom, helgist nafnið þitt í mínu hjarta, í mínu lífi. Sjáðu, Guð, hann vill opinbera okkur nafnið að við getum notað það. Ekki þetta sé einhver rulla, heldur við getum notað þetta þegar við biðjum í bænalífinu og það verði til þess að uppörfa okkur og ákalla nafn hans inn í líf okkar. Amen. Þannig að við skulum standa á fætur og mér langar að þú biðjir bara helgir nafn Drottins inn í
þær kringumstæður sem þú vilt í dag. En við skulum byrja bara á að segja, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Og við skulum staldra við þar. Drottinn, við viljum upphefja nafnið þitt í dag.